Íslensk kona sem lét fjarlægja sílíkonpúða vill að rannsakað verði hvort efni í þeim geti haft áhrif á börn á brjósti. Hún hefur að eigin frumkvæði sent púðana í efnagreiningu til Kanada. Rætt verður við konuna í Kastljósi nú á eftir. Hún lét setja í sig PEP brjóstapúða fyrir 10 árum. Fyrir það bil ári var hún ofta lasin og gekk á milli lækna án þess að skýringar fengjust á veikindunum. Þau lýstu sér meðal annars í hjartsláttartruflunum, öndunarerfiðleikum og útbrotum. Þegar fréttir bárust af gölluðum brjóstapúðum ákvað hún að láta fjarlægja þá og við læknunum blasti ekki fögur sjón. Hún óttast hins vegar að efni í pókunum geti haft áhrif á börn á brjósti og hefur að eigin frumkvæði sent púðana í efnagreiningu til Kanada. Hún lét matvís hér heima kanna hár úr syni sínum og niðurstöðurnar benda til þess að það innihaldi þungmálma. Hún vill að þetta veri rannsakað ítarlega. Þetta glæpsamlegt athæfi. Ég meina, þú veist ekkert hvað í þessu. Þú veist ekkert hvað afleiðingar þetta hefur. Hvorki á þær börnin neitt varanlegar ekki. Kannski má gera eitthvað til þess að sporna gegn einhverju, koma í veg fyrir eitthvað eða fara að vinna með það sem að. Hvað með eftirlit landlæknis og kerfisins yfir höfuð? Hvað finnst þér það? Viltu að það sé skoðað? Sjálfsögðu. Finnst þér þetta vera alvarlegt mál? Mjög, mér finnst þetta katastrófískt.